Góðan og blessaðan daginn og hjartanlega velkomin til okkar hér hjá Iðunni og þið sem eruð að hlusta yfir netið. Hildur Elín Vignir heiti ég er framkvæmdastjóri Iðunnar og ætla að stýra þessum fundi Iðunnar og samtaka iðnaðarins í dag, þar sem við ætlum að fjalla gæðamál í byggingariðnaði. Við höfum fengið til okkar þrjá frábæra fulltrúa til að vera með erindi þessi mál og við gerum ráð fyrir að hvert erindi verði það bil 15 mínútur. Ef það einhverjar örstuttar spurningar sem brenna á í lok hvers erindis, þá tökum við þær, annars munum við hafa umræður, fyrirspurnir og svör í lok fundarins. En ég held að það sé ekki eftir neina að bíða en að kynna til leiks þá þrjá fyrirlesara sem ætla að tala við okkur hér í dag. Það er annars vegar Jón Malmqvist Guðmundsson, fagstjóri bygginga hjá Mannvirkjastofnun. Að loknu hans erindi kemur hér í pontu Guðrún Ólafsdóttir, gæðastjóri VHE og þriðja erindi í dag flytur Eyjólfur Bjarnason, gæðastjóri framkvæmdafélagsins Arnarhvols. Við erum eins og fram hefur komið að streyma þessum fundi þannig að ég vona að það heyrist vel og sjáist í okkur. Annars bara gefið okkur skilaboð í gegnum Facebook síðu okkar ef eitthvað að hljóða eða mynd, því sem eruð að horfa yfir netið. En ég ætla að byrja á að bjóða Jón Malmqvist Guðmundsson velkomin í pontu. Hvernig gerir ég þetta svona? Já, svo ertu bara Ég geta ekki fór að... Alls bara. Já, góðan daginn, ágætu fundamenn. Ég heiti Jón Guðmundsson og er fagstjóri bygginga hjá Mannvirkjastofnun. Ég hef svona þokkalega reynslu úr byggingabransanum. Ég byrjaði 12 ára að rétta nagla og fór svo í það að læra húsasmíði og fór í framhaldi af því í iðnfræðina í tækniskólanum gamla og svo tæknifræðina og svo verkfræðina og svo þegar ég var komin í doktorinn þá hætti ég. Ég hef starfað hjá Mannvirkjastofnun í 5 ár. Ég kom þarna inn 2013, þannig ég ætla nú aðeins að tala hérna lög og reglugerðir. Ég var ekki byrjaður að vinna hjá Mannvirkjastofnun þegar að lagasetningin kom, en ég veit að hér inni eru menn eða fólk sem kom nálægt þessari lagasetningu og einn alltaf fyrirlestrunum, hann var eitthvað að vinna í lagasetningunni, þannig að hann gæti kannski sagt meira þá hlut heldur en ég, þó ég ætla ekki að tala það. Ég hef sett þetta upp þarna hvers vegna, hvenær og fyrir hverja. Þetta er svona kannski þarna þemað í mínu erindi og auðvitað hvers vegna erum við hérna varðandi gæðastjórnarkerfið. Það er náttúrulega fyrst og fremst til þess að auka gæðavitund í byggingariðnaðinum, auka ferilgreiningu í byggingariðnaðinum. Þetta var hugmyndin á sínum tíma og í framtíðin að minnka sóun og kostnað í byggingariðnaðinu. Það var svona eins og ég skildi það rauði þráðurinn í hugmyndum löggjafar. En við erum hérna vegna þess að þetta er í lögum, meðal annars. Á Íslandi þurfum við að setja lög þetta. Annars staðar þá er nú oft bransinn sem að finnst knýr þörfin áfram fyrir svona vinnutæki. En það er svona Íslendingseðlinu að láta eitthvað fyrir ofan okkur segja okkur þú átt að gera þetta og svo er hitt Íslendingseðli það að þó eigir að gera þá gerir þetta ekki. Ég veit ekki hvort að það sé alveg rétt hjá mér en ég hef grunum að margir sem að þurfa á þessu eiga að vera með þetta kerfi séu kannski ekki alveg virkir eins og skyldi. Allt í lagi með það, við verðum bara að vinna hægt og rólega með þetta. Góðir hlutir gerast hægt í þessu. Lög mannvirki frá 2010, það er fjallað gæðastjórnarkerfi hönnuð og hönnunarstjóra í 24. grein laganna. Í 31. grein laganna er gæðastjórnarkerfi byggingarstjóra og 32. grein er gæðastjórnarkerfi iðnmeistara. Og það er sem sagt allir sem skrá sig á byggingarleyfisskyld verk sem hönnuður, hönnunarstjórar, iðnmeistarar eða byggingarstjórar eftir 1. janúar 2015. Það er sem sagt að verða 4 ár síðan skulu vera með gæðastjórnarkerfi sem samþykkt af Mannvirkjastofnun.
og Mannvirkjastofnun hefur falið faggiltum skoðunarstofum annars skoðunar á gæðastjórnarkerfum en ákvörðun samþykki er í höndum Mannvirkjastofnunar. Nú, hér er lagatextinn gæðastjórnarkerfi hönnuð og hönnunarstjóra. Ég ætla nú ekki að lesa hann allan, en ég býst nú við að glærurnar verði tiltækar á vef hjá Iðunn, ekki rétt? Þannig að þá er hægt að lesa hennar textan eða bara fara í lagasafnið og lesa þeim en hafa áhuga á því. Nú í framhald af lögunum er gerð reglugerð og þá er reglugerðin er þá aðeins ítarlegri gerð grein fyrir hvað á að vera inn í gæðastjórnarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra. Og það er semst í nokkrum liðum, þarna frá A til K og þetta er sem sagt þau atriði sem að regluverki segir að verði að lágmarki að vera inni í kerfinu. Byggingarstjórarnir, það er 31. grein mannvirkjalaga og það er aðeins styttri upptalning hjá byggingarstjórum en hönnuðum. Þið sjáu þetta er til H, en hitt var upp í K-lið. Þannig að ef við tölum byggingarstjórana, það er staðfesting á hæfni og endurmenntun byggingarstjóra og það má nú segja það að hér inni er nú ágættur vinur minn Magnús Sædal. Hann hefur nú verið að afhenda fólki sem þegar hann var byggingarfulltrúi í Reykjavík, byggingarstjóramöppu. Magnús, þú mátt leiðrétta mig ef ég er að bullleika. Og í rauninni er þessi byggingarstjóramappa sem að Reykjavík hefur afhent þeim sem eru með byggingarstjóra á vegum Reykjavíkurborgar, þetta er nokkurs konar gæðakerfi fyrir byggingarstjórana. Og það er sem sagt innra eftirlit byggingarstjóra vegna einstakar framkvæmd og lýsing á því og skrá yfir móttekin hönnunargögn og skrá yfir leiðbeiningar og samskipti við byggingarauðvöld og aðra eftirlitsaðila og svo framvegis. Það þarf að skrá iðnmeistara og athugasemdir við störf þeirra, fara yfir áfangaúttektir og niðurstöður ásamt öryggisúttekt, skrá yfir hönnunarstjóra, hönnuð athugasemdir þeirra vegna hönnunargagna og svo framvegis. Þetta er svona fjallar auðvitað bara rekjanleika, þessi kerfi fjallur rekjanleika og það hefur haft samband við mig fólk sem hefur byrjað á að vera með gæðastjórnarkerfi og segir bara þetta er allt annað líf. Nú er hægt að rekja hlutin og þá lenda menn í minni baráttu við dómskerfið eftir á. Það er kannski það sem að skiptir líka máli. Og þetta er lög 31. grein laganna gæðastjórnarkerfi iðnmeistara og ég myndi ef þið viljið skoða þetta í lögunum þá er betra fyrir ykkur að lesa þau. Þau eru á vef Alþingis og þau eru líka á heimasíðu Mannvirkjastofnunar. Þannig að þetta er það sem að alþingismenn ákveða fyrir okkur og þetta er reglugerðin og það eru 5 atriði sem við erum að skoða í eftirliti okkar frá Mannvirkjastofnun. Ég ætla aðeins að fara í svona byggingaferilið. Þetta er, nú veit ég ekkert hvað ég á í þetta. Rauðutakkin, er það þessi hérna? Það er rauðutakkin. Það er rauðutakkin. Já. Kemur ekki. Jú, þetta kom á hendina á mér. Já, það er náttúrulega hér er leyfisveitandi með eftirlit. Þegar sækir byggingarleyfi þá er það eigandinn. Hönnunarstjórinn, hann er fenginn mjög snemma í ferlinu því að hann á að hafa eftirlit fyrir hönd eiganda að hluta til með öðrum hönnuðum eða sjáum að eftirlit sé að það sé samræmd hönnun á verkinu. Og það þarf að skila inn aðaluppdráttum og séruppdráttum og þegar hönnunin er í séruppdráttum og svo þarf að fylgja þessum aðal- og séruppdráttum greinargerðir og síðan þarf áður en byggingarleyfið hefst að ráða byggingarstjóra, iðnmeistara og svo framvegis og í eftirlit með þessu hefur leyfisveitandi og leyfisveitandi hefur eftirlit með þessu hérna líka. Nú er komin breyting á lögum mannvirki þannig að það þarf ekki að skila inn öllum séruppdráttum til að fá byggingarleyfi. Það þurfi ekki að vera komnir allir iðnmeistara til að fá byggingarleyfi. Það er breyting frá fyrri lögum. Það þarf að skrá 4 iðnmeistara á verkið
múrarameistara, byggingameistara, raflagnameistara og pípulagnameistara áður en verk hefst, en það má geyma hina iðnmeistara þangað til kemur að þeirra hlut í framkvæmdinni. Eins með séruppdrættina, að það þarf ekki að koma séruppdrættir fyrir en kemur að þeim verkþætti sem sérátturinn fjallar og þetta þýðir auðvitað miklu meira utanumhald hjá byggingarstjóran. Að það sé verið að vinna verk með samþykktum uppdráttum og svo framvegis. Nú, og þar kemur náttúrulega innra eftirlitið og það er gæðastjórn, meðal annars gæðastjórnarkerfi byggingarstjórans og þeirra sem eru í þessum bransa. Það er sem sagt innra eftirlit og það þarf að skrá það í gæðastjórnarkerfi sitt. Nú, þetta er framkvæmdin eins og hún er í dag. Það þarf að fara í þessar hérna áfangaúttektir og í dag er það leyfisveitandi sem fer í áfangaúttektirnar. Hann getur framvísað áfangaúttektum til byggingarstjórans en það er þá samkomulag á milli leyfisveitandi eða byggingarfulltrúa. Ég kalla þetta leyfisveitandi af því að það er nýtt orð en það er sama á byggingarfulltrúi í rauninni. Það er sami aðili. Og hérna er byggingarleyfi komið og svo halda menn áfram að framkvæma og þá þarf að hafa áfangaúttektir á þessum hérna liðum og eins og við þekkjum þá geta alltaf verið steypa og járnbending, það er ekki ein áfangaúttekt, það geta verið 100 áfangaúttektir þess vegna, við vitum ekkert það er eftir hvað verkið er stórt. Áramót og að þessu koma þessir iðnmeistarar hérna og síðan sem sagt eftir, núna mega menn koma inn á verkið eftir hvenær verkþátturinn byrjar og auðvitað iðnmeistarinn hann ber ábyrgð á því, iðnmeistarinn ber gríðarleg ábyrgð. Iðnmeistarinn ber ábyrgð á handverkinu og byggingarstjórinn er ekki ábyrgur fyrir handverkjum iðnmeistarans nema sé mjög mikil handvömm og byggingarstjóranum hafi augljóslega átt að vera ljóst að það eru handvömm. Þannig ábyrgð iðnmeistara í raun er miklu meira heldur en byggingarstjóra. Iðnmeistarinn, sá geldur veldur sagt sko, ef þú sem iðnmeistari veldur tjóni, þá geldur fyrir tjónið. Nú, síðan eru stóra breytingar í gangi á lögum núna. Það er búið að breyta, það er búið að samþykkja lögin á Alþingi þegar voru samþykkt í vor og þá sem sagt, þá það þannig að byggingarfulltrúi eða leyfisveitandi frá og með 1. janúar fer ekki áfangaúttektir. Það er eingöngu byggingarstjórinn sem fer í áfangaúttektirnar og leyfisveitandi getur tekið þær yfir ef að kemur í ljósið skyndiskoðun hjá leyfisveitandi eða byggingarfulltrúa að byggingarstjórinn er ekki að standa sig, þá getur byggingarfulltrúin tekið yfir áfangaúttektirnar og það þarf ekkert mikið, við erum að vinna regluverk varðandi það er að segja að byggingarfulltrúi getur ekki sagt mér finnst að þú eigir ekki að hafa þetta því að þú ert bölvaður asni, það gengur ekki upp, það þarf að skrá brotin, hvað er byggingarstjórinn að brjóta af sér. Það gæti til dæmis verið að það væri verið að vinna verkþátt sem að ekki komið iðnmeistar á, það getur verið að vinna verkþátt sem ekki konar teikningar, það getur verið ýmislegt, það getur verið að skráningi sé ekki hjá byggingarstjóranum, hann þarf að skrá þetta inn í hérna kerfið, opinbera kerfið sem Mannvirkjastofnun er með, þannig að það er svona ýmis atriði og þegar reglugerðin kemur út þá verður þetta kynning á því sem sagt hvert er hlutverk leyfisveitanda. En það er byggingarstjórinn sem ber ábyrgð á áfangaúttektum og skráir þau inn í mannvirkjagáttina okkar eða byggingargáttina eftir áramót. Ég kem aðeins nánar að því á eftir. Nú, þá er ágætt að hafa kerfi sem heitir innra eftirlit sem er þá hluti af gæðastjórnarkerfi iðnmeistara og byggingarstjóra og auðvitað hönnuða. Og þessu líkur auðvitað með öryggisúttekt eða lokaúttekt, þetta getur verið sama úttektin og það er leyfisveitandi eða fagild skoðunarstofa sem á að sjá þessa úttekt, þetta er ekki hlutverk byggingarstjórans
og svo og rafmagnsöryggið og svo framvegis og þá er verkið búið. Nú ég ætla aðeins að fara í gæðastjórnarkerfin. Á skrá hjá Mannvirkjastofnun eru þetta mörg gæðastjórnarkerfi. Það eru 1700 og tæpir 1800 hönnuð á skrá hjá Mannvirkjastofnun. Af þeim hafa tæplega 1000 skráð gæðastjórnarkerfi eða 54%. Þetta sýnir bara hvað hefur verið að ske ár frá ári. Það kom rosalega mikið þarna 2015 þegar var skylda að skrá gæðastjórnarkerfin, en síðan hefur svona hægt á þessu. Þetta er á 3 árum frá 49 til 54%, og þetta er náttúrulega að þú getur skráð þig inn sem löggiltur hönnuður hjá Mannvirkjastofnun, en þú hefur ekki leyfi til að gefa út teikningar nema að hafa skráð gæðastjórnarkerfi. Nú fjöldi iðnmeistara á skrá eru 3500 tæplega hjá Mannvirkjastofnun sem hafa þá löggildingu, og iðnmeistarar með skráð gæðastjórnarkerfi eru tæplega 1900 eða 55%. Það er aðeins hærri heldur en prósentala heldur en er hjá hönnuðum. Nú, byggingarstjórar með það starfsleyfi byggingarstjóra, og ég vil minna byggingarstjóra á það sem eru hérna inni, að það eru mörg starfsleyfi að detta út eða hafa dottið út, og þið þurfa að fylgjast vel með. Það er náttúrulega allir sem hafa virkt gæðastjórnarkerfi fylgjast með auðvitað hvenær starfsleyfi rennur út, ekki rétt. Það eru sirka af þessum byggingarstjórum, sirka 40% eða 700 aðilar sem starfsleyfin eru dottin út. Bara svo að menn viti það. Nú, það eru fleiri með gæðastjórnarkerfi, 1300 byggingarstjórar, og það eru 75% af skráðum byggingarstjórum með starfsleyfi. Það er löggildingar aðeins annað en starfsleyfi, bara svo þið vitið það. Löggilding missir ekki, þú ert ekki að endurnýja löggildinguna, þú missar hann auðvitað ef þú ferði vist ferli, sýnir að þér einbeittan brotavilja í bransanum. En þetta er staðan eins og er í dag, og ég ætla aðeins að fjalla undir lokin helstu áskoranir hjá okkur. Fyrsta áskorin var að skrá gæðastjórnarkerfin. Eins og við sjáum þá er þetta gríðarlegur fjöldi kerfa, og við vorum að búa til utanum það saman, og það er komið. Síðan var hin áskorin, það eru virkniskoðanirnar. Við byrjum á virkniskoðunum og þá var það dálítið erfitt fyrir okkur vegna þess að aðilar sögðu, já við höfum ekki farið í við höfum ekki haft neinn byggingarleyfi skyld verk, og við höfðum ekki tæki og tól til að sannreyna það. Þannig að það eru ekki nema 10% kerfana sem hafa farið í gegnum virkniskoðun. Svo auðvitað ISO-vottuð kerfi, þau eru alltaf í virkniskoðun hjá vottunarstofunni sem vottar þau kerfi. En þetta eru þau kerfi sem lágmarkskerfin sem ég er að tala ekki ISO-vottuðu kerfi. Nú, það sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá, það er mannvirkjagáttin eða byggingargáttin, og við munum núna, það mun heyrast meira þetta, sérstaklega fyrir þá byggingarstjóra sem þurfa aðgang að gáttinni. Ég hef verið viðræðum með Iðuna og fleiri að núna í næsta mánuð að fara útbúa kennslumyndbönd og svoleiðis fyrir byggingarstjóra sem að koma til með að nota þetta tæki, og það mun ske í nóvember í næsta mánuði. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá því að byggingarstjórar þurfa að skrá áfangaúttektir, þá þurfa byggingarfulltrúarnir að vera búin að skrá öll byggingarleyfi sem koma inn frá og með 1. janúar. Þá þurfa þau að vera skráð hérna inn í mannvirkjagáttina, og þegar leið og þau eru skráð, þá er komið tæki fyrir iðnaðarmenn og fyrir byggingarstjóra að skrá úttektir beint inn í mannvirkjagáttina. Þessi skráning hefur verið í gangi á nokkrum byggingarfulltrúum, þessi aðferð núna í tæpt ár, og þeir sem hafa verið lengst með þetta er byggingarfulltrúi í Reykjanesbæ. Ég veit að hann hefur hleypt einum byggingarstjóra inn til að skrá beint inn í gáttina, og
Þannig að þetta verður algjör breyting í rauninni á vinnu á markaðnum. Það þarf ekki að bíða til byggingafulltrúa til að fá áfangaúttekt, heldur tekur bara eftirlits byggingarstjórinn, er ég að vera búinn? Jæja, það er ágætt. Þetta er seinast að klæra mín, sko. Ég get alveg talað í 2 tíma þetta, en það er svo annar mál. En sem sagt að það er komin hann hefur leyft byggingarstjóranum að taka yfir, og þá þarf hann eins og kerfið í dag að skrifa til okkar og við hleypum byggingarstjóranum að sem skoðunarmanni byggingafulltrúa. Eftir áramót þá breytist það þannig leið og byggingarstjórinn er komin á verkið, þá fær hann sjálfvirkan aðgang að þessu byggingarleyfi. Og þetta er bara skoðunarhandbókin sem hann þarf að skila inn. Hann þarf að skila inn í rauninni byggingarstjórinn opinberu úttektinni inn í mannvirkjagáttina, og hún fer þá beint inn til byggingafulltrúa og sest þarna að í gáttinni og allt reykjanlegt. En það er svo kannski tími fyrir annað námskeið með ykkur að útskýra það kerfi. En það sem þetta tengist gæðastjórnarkerfinu, það er í rauninni að frá og með áramótum eru öll byggingarleyfi skráð inn í mannvirkjagátt. Þannig að þegar að sá aðili sem er beðinn að fara í að skila til okkar virkniskoðun, þá er ekki hægt fyrir hann að segja, já, ég er ekki með neitt byggingarleyfi skylt verk, það stendur hérna í gáttin og við getum alltaf lesið út hvaða verk þú ert með, og þá getur skoðunarstofan sagt, sýndu mér skráningunni þína á þessu verki og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er tæki sem við höfum verið raun að bíða eftir. Þannig að eins og ég segi, þetta er algjör bylting, þetta kerfi. Ég ætla ekki að fara neitt nánar út í það, en við hefum verið í viðræðum við Iðuna að kynna þetta betur núna á næstu vikum og mánuðum. Heyrðu, ég hef svo sem ekkert meira að segja núna í bili, þó ég hafi nóg að segja. Er einhverjar spurningar sem er svona örstuttar, var ekki það leyfilegt? Gjör svo vel. Verður hægt að vinna þetta í síma til dæmis? Já. Verður app fyrir þetta? Það er bara hérna. Já. Og já, ég gleymdi að segja það að appið verður bara ókeypis, appið sem við búum til, en síðan eru aðilar, við erum með skráningu, ég kann ekki forritunarmál. Það er búið það til samskiptakóðin milli gáttarinnar og annara sem vilja búa til app, og ég veit að það eru aðilar eins og Azure hefur sýnt í áhuga að tengja sitt umsjónarkerfi við þetta hérna, og við höfum fundað með þeim og við fögnum því ef einhver annar býr til eitthvað. Þetta var einlega skoðunarhandbókin í rauninni lögbundna hlutverk okkar var að hafa hana á pappír, og hún er búin að vera birt, hún er hluti af byggingarreglugerð í dag. Og við sáum ekki fyrir mér, ég sá ekki fyrir mér allavega að iðnaðarmaður var með svona bunka að fletta í einhverjum úttektum. Þannig að appið er komið, og það er meðal annars það sem ég ætla að búa til núna, og við erum að gera með í Fjólu hérna hjá Iðunni og þeim, að búa til kynningarmiðband og kennslumiðband hvernig ná að nota þetta. Og það er eins og allt annað, þegar þú kannt það ekki þá er það flókið, en þegar þú kannt það, þá ertu, hvað var ég að hugsa? Þannig að þetta er bara spennandi tíma framöndan. Gjör svo vel. Virkar gáttin þá sem ígildi gæðakerfis meistara byggingarstjóra? Nei, hún náttúrulega er ekki gæðakerfi, en hún heldur utan gögnin sem kom inn í gáttina. Og hvernig getur þú skilað inn nú sumur með gæðakerfi sitt á pappír? Já. Það eru með það rafrænt. Þetta er ekki skoðun á gæðastjórakerfi. Þetta er ekki skoðun á gæðastjórnarkerfi sem ég er að tala um. Afurðin og gæðakerfum sem eru þá til dæmis eigin úttektir. Já, eigin úttektir er ekki sama opinbera úttektir. Okay. Þetta er opinbera úttekt sem ég er að tala um, þannig að sé engin misskilningur. Yfirleitt er eigin úttekt byggingarstjórans eða hönnuðurins miklu ítalari heldur en það opinbera fer fram á. Menn verður átt að sjá því. Og þegar við vorum að smíða þetta, þá var þetta miklu bólgnar, við þurftum að skera niður annars þetta verið. Þannig að
það örugglega þykir mörgum nóg en þetta eru nokkur gátorð í hverri áfangaúttekt, svona 10-15 gátorð sem þarf að fara yfir og taka afstöðu til. En það eins og ég segi, það kannski tími í annan námskeið sem við og ef ykkur hefur áhuga þá er ekki málið að hafa samband við okkur. Við höfum reyndar verið mjög busy núna í þessum kynningaferli en við reiknum með námskeiði þessu núna í næsta mánuði. Það er svona byrjunin á því. Heyrðu, ég er búinn. Takk kærlega fyrir gott hjálp. Við þökkum Jóni kærlega fyrir og eins og ég sagði áðan þá verður hann til viðtals og frekari spurninga í lok fundarins. Ég vil biðja ræðumenn ef þeir fá svona stuttar spurningar úr sal að endurtaka spurninguna fyrir þá sem ekki eru hér í salnum með okkur. En þá er komið að Guðrúnu Ólafsdóttur, gæðastjóra VHE. Gjörðu sæl Guðrún. Já, Svona. sælverði. Ég heiti Guðrún Ólafsdóttir, ég er gæðastjóri hjá VHE. Áður var ég gæðastjóri hjá lyfjafyrirtæki. Ég kom víða við, til dæmis ef ég var ég trésmíð verkstæði með sveinsprófi í húsgagnasmíði. Svo hef ég verið handlangari líka á byggingarstað og svona eitt og annað. Ég ætla að segja ykkur ég ætla að byrja aðeins að segja ykkur svona af starfsemi VHE og og hvernig við byggjum upp, fara svona létt yfir hvernig við byggjum upp gæðastjórnarkerfið okkar og hvernig við miðlum því til starfsfólks, því það er nú oft heilmikið að miðla kerfinu, það er kannski ekki svo, það er svolítið mál að búa til gæðastjórnarkerfi en svo er maður að fara að miðla því og þjálfa og svoleiðis, aðeins að fara í það. Og svo náttúrulega spurninga dagsins, hvers vegna gæðastjórnarkerfi og hver er ávinningurinn, svona aðeins að komi nokkuð dæmi um það. Nú, VHE skiptist upp í 3 svið, það er mannvirkjasviðið. Við erum núna með 5 verkstæði, 5 byggingarstæði núna í gangi. Við hefum verið í ýmiss konar, það er fjölbýlishús og stálgrindarhús, brúarsmíði og ýmiss konar viðhaldsverkefni. Við erum með nokkuð stórt sem var náttúrulega hjarta fyrirtækisins í árdaga. Það var náttúrulega véla- og málmtæknisviðið og þar er náttúrulega mikil vélahönnun og smíði á lóðinni hjá okkur. Við erum líka verið að setja upp vélar erlendis og eins og bara á Íslandi. Þannig að við erum með þessa framleiðslu og svo erum við að þjónusta mikið stóriðjuna, háhitaiðnaðinn og eitt og annað þar. Og svo erum við með heilmikla starfsemi á Austurlandi. Bæði við erum einingaverksmiðja sem býr til steyptar einingar á Egilsstöðum og við erum byggingadeild og á Reyðarfirði erum við að þjónusta álverið. Kerfið okkar, útgangspunktun hjá okkur er ISO-staðallinn 9001 og það er kröfur gæðastjórnarkerfum. Við erum ekki með vottun 9001 en þetta er útgangspunktur hjá okkur í öllu því sem við erum að gera og öllu kerfinu hjá okkur. Og ég er nýbúin að fara í gegnum það að ég ger þetta ekki einn, það er náttúrulega margir sem koma að þessu innan fyrirtækisins og við erum búin að uppfara í 2015 útgáfuna og á þetta samanstendur af gæðahandbók og gæðastefnu og verklagsreglum og leiðbeiningum og svo náttúrulega ýmiss konar eyðublöðum sem við þurfum að nota. Og þannig að það er búið að uppfæra þetta allt saman fyrir nýju útgáfuna af 9001 staðlinum. Nú, en við erum að tala náttúrulega um mannvirkjasviðið eða byggingageirann
og Mannvirkjastofnun. Og kröfur Mannvirkjastofnunar endurspeglast í þessum skjölum hjá okkur og við höfum þetta bara í kerfinu hjá okkur, í stærra gæðastjórnarkerfinu. Og það náttúrulega eins og hann var að koma inn á áðan, þetta náttúrulega sérstök, það fyrir innmeistarana og byggingarstjórana og hönnuði og hönnunarstjóra. Það eru ákveðin atriði sem eru kröfur, þar sem eru kröfur gerðar og þetta allt listað upp þarna og hvernig þeir eiga að gera það og koma til móts við þessar kröfur. Og þetta bara hluti af okkar gæðakerfi. Það var svo mikil breyting núna í gæðastjórnarkerfinu að ég ákvað það að innleiða það aftur og kynna það fyrir öllu starfsfólki. Og og það alveg frábært að hitta allt starfsfólki, það í alls konar störfum og það líka opnar aðeins fyrir umræður, það komið mikla spurningar, ég tekið þetta í litlum hópum og fólk tala miklu meira í smærri hópum og með meiri spurningar. Og það líka gott til dæmis eins og maður fær kannski bara allar rafvirkjana saman eða hvað það og þá myndast svona umræða í þeirra hópi og og svo hef ég haft það þannig að ég ákvað að ég vildi hitta bara alla nýja starfsmenn þannig að þeir fá náttúrulega þessi nýlega þjálfun þegar fólk kemur nýtt inn í fyrirtæki, það náttúrulega mjög mikið öryggismálin náttúrulega og svona eitt og annað praktískt og nú kem ég inn og tala aðeins gæðastjórnarkerfið og það líka bara þetta, þeir hitti bara gæðastjóran, viti hver hann og hjá svona stóru fyrirtæki, þetta náttúrulega frekar stórt fyrirtæki á íslenska mælikvarða, en þeir bara viti hver hann og og já, kynnist og sjáu kerfið og það sem sagt rafrænt hjá okkur kerfið orðið, það allt aðgengilegt á netinu og það nú líka bara að koma aðgenginu í lag, að allir komist inn á það því að gæðastjórnarkerfi ekki til einskis sem enginn getur séð það eða skoða það og nota það. Þannig að aðgengi verður að vera tryggt og bæði, eins og við erum að tala hafa þetta ekki bara í tölvu, þetta fólk verður náttúrulega að komast bara í þetta í síma þar sem það á vinnustað og fleira. Þannig að vera að passa að það sé aðgengilegt bæði á tölvu og í síma. Og ég ekki mjög hrifin að því að ég ekki að prenta út í möppur og setja verkstæðina því að gæðastjórnarkerfi þau alltaf að breytast og það verður að vera frelsi til að breyta því eftir þörfum og leiðum að breyta einhverju þá orðið úrelt og í gæðastjórnarkerfum þá náttúrulega bara alltaf ein útgáfa sem í gildi og það mín ábyrgð að passa þetta og það gerir með því að hafa rafrænt en auðvitað starfsmennir og notendurnir þeir náttúrulega frjálst að prenta út úr kerfinu bara eftir sem að þeir vantar. Og svo náttúrulega ef eitthvað breytist í verklaginu og við gefum út nýja verklagsreglur og þá náttúrulega stjórnendur kom mjög sterkir inn þar eða reynslu miklu menn og þeir þurfa náttúrulega að sinna þjálfunu við breyta verklagi. Þá komum við að svona útgangspunktunum með gæðastjórnarkerfin. Það náttúrulega þessi fókus á viðskiptavini og hann verður náttúrulega að fá það sem hann vill á þeim tíma sem hann þarf að fá hlutinn og samkvæmt kröfum. Og hann verður að mæta hans kröfum og það náttúrulega við viljum ánægja viðskiptavini því við viljum að fá fleiri viðskiptavini og viljum fá sömu viðskiptavini aftur. Svo náttúrulega fókusinn á starfsfólkið, við náttúrulega erum bara saman í þessu og starfsfólki mynda bara þessa heild sem að vinna að verkefnunum. Og bara vanda sig í þessum daglega starfi og skilar góðum hlutum. Svo náttúrulega ábyrgð stjórnenda sem talað í þessum staðli 901 og þeir náttúrulega ganga undan með góðu fordæmi og ég verð náttúrulega, mér finnst skylt að vera með rýni stjórnenda, með stjórnend fyrirtækisins, það nú að fara detta inn bara núna næstunni hjá okkur og þeir náttúrulega miklu samstarfi, náttúrulega bara það eru gott samstarfi milli stjórnenda og gæðastjóra. Og nú komin svolítið að ávinningnum og það náttúrulega svolítið mikið svona mínu sjónarhóli séð, það náttúrulega, og ég held bara fyrir fólki, það ofslega gott að hafa bara samrænt verklag. Og ég bara gerir hlutina nokkurn veginn eins og með að skjala og alls konar svoleiðis. Og við viljum náttúrulega koma í veg fyrir mistök og náttúrulega það getur oft verið mjög kostnaðarsamt að gera mistök og það getur frábrigði og alls konar. Þannig við ætlum að reyna að koma í veg fyrir það.
og það er náttúrulega bara, fólk vinnur á fagmennsku og fólk með reynslu, ofsalega mikilvægt og og bara vera að gagnrýna það sem maður er að gera og þetta bara leið til góðs verklags. Ég ætla bara eitthvað svona koma hérna sem er nokkuð dæmi. Sko, ef maður er með geðstjórnarkerfi, þá ertu náttúrulega þá ertu bara með allt í samræmi við lög og reglur. Og þetta alveg minnkar allt, sko, þá ertu bara, það minnkar bara stress og þú ert bara með þetta og það er allt, þú veist hvað hlutirnir eru og þú veist að þú ert með hlutina eins og þeir eiga að vera þetta er ekki til umræðu þessar reglur, þær eru bara eins og þeir eru og lögin í landinu og allt þetta og þú bara ferð eftir þeim og og þá er maður bara með þetta undir kontról, þú ert bara með hlutina eins og þeir eiga að vera. Við náttúrulega gerum innri úttekt og þá er maður bara að athuga, er geðstjórnarkerfið að virka? Maður tekur bara eitthvað hlut og fer bara yfir það með fólki. Og nú er ég ekki að tala allt fyrirtæki, nú er ég náttúrulega innri úttekt að bara ákveða maður nákvæmlega hvað og skoða hverju sinni. Og fer yfir það. Og svo náttúrulega eins og ég myndi það rýni stjórnenda, þeir náttúrulega bera ábyrgð í fyrirtækinu að það sé gangi allt vel, náttúrulega reksturinn og líka geðstjórnarkerfi sé í lagi. Ég náttúrulega held utan og ber náttúrulega ábyrgð á þessu kerfi en á endanum eru stjórnendur fyrirtækisins, þeir náttúrulega verða að vita og vita það að það sé allt í lagi með geðstjórnarkerfið sem að ég geri grein fyrir í rýni stjórnenda. Og við náttúrulega verðum við alltaf tilbúin fyrir skoðun ef það vill einhver koma og athuga hjá okkur hvernig kerfið og hvort það sé að virka og svona. Þannig að maður gerir ráð fyrir því sem geðstjóri að vera bara tilbúin fyrir það ef það er haft samband. Og og svo náttúrulega bara auðvelda þetta líka ekki bara, svo náttúrulega bara líka úttektir á byggingarstæði eins og við talum áðan. Ég ætla að fara aðeins í skjalavistuna. Þegar maður er með geðstjórnarkerfi þá náttúrulega er búið að ákveða hvernig það var vist allt. Og og hvað á að vista, hvað á að skjala og hvar. Við getum ekki bara, eins og í stærri fyrirtækjum, að fólk visti ekki bara á sínar eigin vélar og engin annar sér það. Það verður náttúrulega vera einhverju miðlægu svæði þar sem að þeir sem þurfa að sjá það geta leitað og fundið hlutina. Og eins og ég sagði, það eru samræmdar aðferðir, við erum öll sammála hvernig við ætlum að gera þetta og það eru bara verklagsreglur það hjá okkur hvernig við skjölum. Og ég náttúrulega á góðum degi og með kaffibolla bara fer ég hann inn og tekka hans á hlutunum hvort það sé ekki allt á sínu stað. Ég get bara gert það þarf ekki alveg formlega innri úttekt til þess. En auðvitað er líka hægt að gera einhverja formlega innri úttekt til að skoða svona hluti. Og við finnum gögnin, það er þreytandi þegar maður er að leita hlutum og það er náttúrulega óbúslega tímasóun og kostar. Maður er endalaust að leita einhverju skjölum, þannig erum við að koma í veg fyrir það. Þú bara veist hvað það er að vera og þú bara finnur þetta. Og það var náttúrulega að tala áðan rekjanleika, hann er rosalega mikilvægur. Og ég kem nú kannski aðeins meira inn á það á eftir. Þetta spara tími í súsæði. Og svo getur fólk leyst hvort annað af, veit hver gögnin og getur aðeins stíð inn í verk hvort annars ef það þarf. Og eins og vera vist þetta miðlægt, þannig að fólk finni þetta og fyrir fram ákveðnu stað. Bara annað dæmi með móttöku á vörum. Við erum með verklagsreglur það, erum að panta rétt inn frá samþykktum byrgi eða byrgi sem við viljum nota og halda utan pöntuna og svo móttakan, kom réttar vörur, teljar, kom réttur fjöldi og hvað ætlum við að gera ef það er eitthvað skemmt eða eitthvað gerist og eitthvað galla og hvað ætlum við að gera þá? Ætlum við að gera kröfu á þann sem senda okkur vörurnar og ætlum við að gera strax eða ætlum við bara að ganga frá þessu og gleyma því og svo ætlum við að fara að nota hlutin og þá er það skemmtur og hver gerði hvað og við hvernig það tala og allt þetta. En þetta er þannig að svona hafa einhverju hugmyndu hvernig maður ætla að bregðast við einhverju óvæntu. Því að við vitum það er alltaf eitthvað óvænt. Og svo náttúrulega geyma vörurnar í etthanglar notaðar eins og með rétt hitastig og rakastig og allt þetta. Og í sambandi við viðskiptavini, með það mánaði viðskiptan, hver er viðskiptavinurinn? Við getum verið að byggja hús fyrir fyrirtæki sem kaupir það á okkur, en hver ætlar að búa í íbúðunum? Það er eitthvað annað fólk. Þau kaupa íbúðunar og svo gerist eitthvað og þá tala þau við einhvern. Þetta er svolítið flókið þetta með viðskiptavini. Það getur verið sá sem kaupir það vöruna, það getur líka verið sá sem bara notar vöruna.
Þannig að það er aðeins að hugsa þetta. Og við viljum náttúrulega öll í lífinu bara, einstaklingar og fyrirtæki viljum náttúrulega hafa gott orðspor og það er náttúrulega hjálpa til að náttúrulega endurtekja viðskipti og og í þessum stæli, nýju stæli, þá er að tala endurgjöf frá viðskiptavinum. Það er ekkert rosalega gaman sko ef það er óánægja, en það er bara þannig að þú bara hlustar á það og þú tekur við því og þú gerir eitthvað við það, heldur því einhvern veginn til haga, skráðu það og það er ekki bara ein manneskja, það getur komið inn á marga staðin í fyrirtækið, viðskiptavinur getur talað við hvern sem í raun og veru, getur hringt inn eða sendt á tölvupóst eða hvað það er og hafa einhvern veginn kerfi að halda utan við þetta, svona endurgjöf, jákvæða og neikvæða, ekkert eru feimið það, taka á móti því og bregðast við því. Það verður líka að hafa einhverju hundar, hvernig ætlar að bregðast við og laga hlutin, þannig að allir séu sáttir. Og þarna kemur við inn á hlutin svo móttöku kvartana. Og svo náttúrulega viljum við bara læra reynslunni að gerist eitthvað og við viljum nú helst ekki að gerist aftur. Þannig að þetta er líka snýst það, svona ræða málin og fara eins yfir þetta og hvernig við getum lært að reynslunni. Svo kemur nú þetta ratar nú stundum við fjölmiðla, það er álitamál eftir afhendingu. Og það er nú þannig að getur nú eitt og annað gerst og þarna er nú, sko þarna getur svona betri í skjölun og skráningar, þetta getur skipt bara miklu máli og þarna getur nú bara skipt miklu máli hvort að sko að rekja hlutina og skoða aftur í tíman hver sagði hvað eða hver samþykkti hvað og allt þetta og þarna getum við bara hreinlega, við vitum hvað við erum með í höndunum, við getum aukið líkurnar á því að bara ná samkomulagi og þurfum ekki að fara dómstólaleiðina, fækka dómsmálum. Þarna erum við náttúrulega að tala mikinn sparnað og allt það sko og tímasparnað. En svona ég bara aðeins klára þetta með að segja, svona formfesta er yfirleitt af hinu góða, að færa til bókar hluti og skjala þetta rétt og svona, því að svo er líka annað, það er, sko, ég veit ekki, maður man stundum ekki rosalega vel, mikið aftur í tíma, mikið að gera og svona, það er ágætt að nótera alls konar hluti niður hjá sér og svo náttúrulega er bara eitthvað skylda til að skrá svo margt og skjala. En þannig að ég ætla bara að benda bara svona létt í lokin náttúrulega bara á staðalinn útboðs- og samningsskilmála, verkframkvæmdir, að bara til dæmis með auka- og viðbótarverk, að þú veist að hafa þetta staðfest og svona, að þetta er unnið samkvæmt, þetta er unnið hafa staðfest fyrirmæli frá verkkaupa. Bara svona sem dæmi, að færa til bókar hlutina, að geta rakið sér tilbaka. En svo mörg voru þau orð. Er eitthvað sem ykkur dettur í hug svona sem að, svona í bili? Nei, ekkert, heyrðu, bara takk fyrir. Við þökkum Guðrúnu kærlega fyrir. Þá er komið að Eyjólfi Bjarnasyni, gæðastjóra framkvæmdafélagsins Arnarfells. Gjörðu svo vel, Eyjólfur. Góðan daginn, öll sömul. Ekki rétt að segja það svoleiðis. Í karllægum bransa. En eins og Hildur sagði þá heiti ég Eyjólfur. Ég er svona eins og Jón, ég er búinn að vera í þessu frá því ég var 10-12 ára. Ekki að rétta nagla þá, heldur að keyra hjólbörur. Ég er, eins og þarna kemur fram, þá starfa ég í fyrirtæki sem heitir Framkvæmdafélagið Arnarhvoll. Við segjum stundum hvað er mörg F í því, langt og mikið nafn, en þar er ég gæðastjóri titlaður. Mér finnst kannski svona á seinni tímum þetta orð pínulítið ofnotað, rangnotað kannski líka. Ég vil frekar líta á okkur sem er að sinna þessu hlutverki sem svona umbótar fólk sem á að horfa á hvað er að gerast og leita leiða til þess að gera öðruvísi og gera betur. Arnarhvoll er ekki gamalt fyrirtæki, það er ársgamalt fyrirtæki. Við erum í dag með 2 verkefni í gangi, stór verkefni.
og eru með 2 önnur í startholunum. Þannig að hjá fyrirtækinu á launaskrá 50 manns, það sé ekki svona 120 manns að vinna í verkunum okkar. Allt saman gráhærðir gamli leigubílstjórar til 25 ára sem sagt, sem að þykjumst kunna allt og eru bestir í öllu. Þannig að þeir sem eru yngri og ferskari, þeir þurfa að hlýða okkur, þessum gömlu góðu. En við ætluðum aðeins að ræða gæðastjórnun. Ég vildi byrja á mjög neikvæðum nótum í þessu. Ég er þessi sem er fúll á móti. Ég vil þetta ekki, skil ekki tilganginn, hef ekki tíma. Við skoðum þetta allt jafnóðum. Það kemur ekkert upp hjá okkur, en það sem kemur upp, það lögum við jafnóðum. Við erum með þetta allt undir kontról og ég í starfi kosta, eins og einn sagði við mig einhvern tímann, þú kostar jafn mikið eins og reksturinn á DC8 á heilu ári. Það er algjörlega óþarfur. Annað líka sem að og það er það að það er enginn í bransanum að sinna þessum ákvæðum. Af hverju eigum við að vera því? Þannig að við þessum sem erum svona fúlir á móti, við viljum ekki gæðastjórnunarkerfi, við viljum ekki vera með, við viljum ekki spila þennan leik. Við viljum hafa óreiðu á hlutunum, eins og hérna kemur fram. Við viljum að sumt sé blátt, annað rautt, annað leiti upp á við, hitt niður á við. Við erum sem sagt óreiðu pésar. Við erum ekki með þetta hlutverk alveg á hreinu sem við erum að reyna að sinna. Málið er nefnilega það að eins og ég sagði, ég er búinn að vera lengi í þessu. Ég er búinn að horfa á og lesa ýmsar rannsóknir og ég man það að það sló mig mjög vísu nokkur ár síðan þegar ég las í sænsku blaði að 10–30% af veltu fyrirtækja væri kastað út gluggann í formi feila, í formi mistaka. 70% af þessum 10–30% voru stjórnunarleg mistök. Ekki mistök fagmannanna með rörtöngina eða hamarinn, heldur stjórnunarleg mistök. En það heitið á þessu gæðastjórnun. Þú ert að reyna að stjórna gæðum. Þú ert að reyna að hafa áhrif á hvernig verkin er unnin og áhrif á hvaða gögn þú ert að nota. Rannsóknir sýna einnig, og þar held ég að við getum vísað upp á Nýsköpunarmiðstöð, Björn Martensson hefur verið mjög duglegur, Jón Sigurjónsson og fleiri hafa verið mjög duglegur að rannsaka þetta og gallar í mannvirkjum þeir aukast. Þeir eru of margir, allt of margir. Við ætlum samt ekki að hafa kerfi á því hvernig við vinnum. Við ætlum samt ekki að geta rakið almennilega hvernig við höfum verið að gera þetta í gegnum tíðina. Ég segi líka að með því að nota þessa aðferð þá er þetta að lækka framkvæmdakostnað og það með góðum undirbúningi. Ég veit ekki hvort við höfum að nefna braggann í bakaríinu á Akureyri eða braggann í Nauthólsvík. Er þið vissir að það hafi verið undirbúið almennilega? Er þið vissir að það hafi verið teiknað almennilega? Alveg klárt, það hefur ekki verið gert, enda fór allt úr böndum. Það er mikilvægt að við sem stöndum í að framkvæma, við fáum gögn í hendur sem við getum unnið með. Það er mikilvægt að við höfum teikningar, verklýsingar sem að skilgreina vinnuna okkar. Og í dag eftir, eins og leigubílstjórinn, 25 ár í þessum bransa, að þá veit ég að þessu hefur hrakað í gegnum tíðina. Það vantar hönnun, það vantar að nota nútíma tækni í hönnun, árekstrarkeyra áður heldur en að við fáum gögnin í hendur. Hvar er gæðastjórnunarkerfi hönnuða? Við erum ekki einir í þessum bransa við verktakar, heldur eru hönnuður mjög stór hluti á hún. En nóg með það, nú ætla ég eiginlega að skipta um hatt og nú ætla ég að vera þessi sem er predikarinn og predika gæðastjórnun út í gegn. Þetta er eina ljósið fyrir okkur í bransanum. Við þurfum í gegnum gæðastjórnun að sinna undirbúningi.
við eigum ekki að gera eins og margir verkkaupar ætlast til á okkur að leið eða helst áður en búið undir þetta samningina þá séum við byrjaðir að grafa eða byrjaðir að slá upp. Þá erum við ekki að undirbúa. Við eigum að gera áætlanir fyrir allt sem við eigum að gera og við eigum að nýta reynslu frá fyrri verkum inn í þessar áætlanagerð. Við þurfum að plana okkur. Við þurfum að vera með góða stjórnun fyrirfram ákveðna ferla sem við ætlum að vinna eftir. Við ætlum að vera með það á hreinu hvernig við ætlum að bregðast við ef við uppgötum það að hönnunin gengur ekki upp. Að við verðum að leita til hönnuða til dæmis. Eða ef við erum að kemur í ljós í okkar eigin úttektum að hlutirnir ekki í lagi. Hvað ætlum við að gera? Og af hverju? Jú, við getum hagrætt, við getum fundið góða lausnir, við getum valið rétt efni og jafnvel ódýrara efni heldur en fyrirskrifað, við getum spurt að því hvort við megum nota það í staðinn fyrir það sem fyrirskrifað og við græðum meira, við fáum meira hérna. Til hvers erum við í þessum bransa? Til hvers eru þið sem hér að reka fyrirtæki? Ætlið ekki að hafa góðan afrakstur? Það viljum við öll. Og ekki bara það heldur, kannski fyrst og fremst, þá skilum við gallalausari verkefnum. Það er minni hætta á að viðskiptavinurinn, eins og Guðrún var að tala komi tilbaka til okkar og krefjist þess að við lögum eitthvað. Það er að því að við höfum stjórn og stýringu á því sem við vorum að vinna. Við skoðum það jafnt og þétt, þannig að við uppgötuðum, ekki 100%, en við uppgötuðum kannski 80-90% af því sem var ekki í lagi. Og ekki bara það, heldur af því við uppgötuðum það jafnóðum en ekki eftir að viðskiptavinurinn var komin inn í íbúðina eða atvinnuhúsnæðið að ekki væri allt í lagi, að það var miklu ódýrara að laga hlutinn meðan við erum á staðnum heldur en eftir að viðskiptavinurinn er komin inn. Búin að flytja inn í stofuna sína og allt gott og fallegt nema það gleymdist að pressa eitt rör. Það lag. Við getum líka aðeins borðað okkur saman við sem verktaki. Akkur teikna ég ekki upp ferlana mína? Akkur skipulegg ég ekki vinnuna fyrirfram? Ég vil að hús séu teiknuð áður en ég fæ þau í hendur á að fara að byggja þau. Við viljum hafa verklýsingarnar, ekki satt. Við kvörtum yfir því verktakar að við fáum ekki nóg á gögnum. Launabókhald, fjárhagsbókhald og ekki maður gleyma gæðabókhaldinu, þetta er lögbundið. Og ef við erum ekki að þessu, þá erum við að brjóta lög. Það kannski má segja að í gegnum tíðina það er eldri þessi ákvæði launabókhald og fjárhagsbókhald og þar af leiðandi er regluverki stífara og þar af leiðandi erum við meira tilbúnir að sinna þessu lögbundna hlutverk okkar í kringum peningana. En ekki ennþá í formi gæðabókhalds. Það vantar töluvert upp á. Ef ég hefði ekki sett upp þessa glærur hérna fyrir þennan fund og gæti kíkt á öðru hvoru hvað stendur næst, hvernig haldið að ræðan mín hefði verið? Hún hefði farið út víða völl. Ég hefði ekki undirbúið með öðru seldur en eitthvað hérna í kollinum og hérna svo hefði ég reynt að tala hérna í 12-14 mínútur, gleymt helmingnum. Þessna setja ég upp glærur. Ég undirbjó, ég með fyrirfram planað hvað ég ætlaði að segja. Bæði SI og Iðan hafa eitt fullt af tíma í að undirbúa þennan 1,5 klukkutíma. Það er vel gert, það heppnast allt. Tölvan og tæknin virkar. Þetta er allt undirbúið. Þetta eru ferlar sem fóru í gang þegar að þeir fóru á stað í að ákváðu að halda svona fundi. Ég segi hérna hvað svari hver fyrir sig. Ég er svo sem búin að svara öllum þessum spurningum út í salinn, en bara fyrir ykkur að íhuga og sjá að það er mikilvægt að undirbúa, það er mikilvægt að hafa fyrirfram ákveðna ferla. Iðan og Samtök iðnaðarins eru þaulvön að halda svona fundi. Þau gera það mörgum sinnum á ári, en það fer alltaf í gangi einhver ferill hjá þeim. Þau eiga gögn frá fyrri fundum sem þau geta nýtt sér í að nota. Bara Samtök iðnaðarins halda útboðsþing á hverju ári. Ég er alveg sannfærður það að ennþá er til gamli gátlistinn sem er farið í gegnum til þess að undirbúa og að hakað við erum búin að þessu.
Þannig að það eiga góða ferla, eiga góða gátlista, gott gæðakerfi þar að eldi, gæðabókhald skiptir miklu máli. Ég reikna með að flestir séu hérna úr mannvirkjabransanum. Þið með horfa á þessa punkta þarna. Ég ætla ekki að biðja ykkur hvern og einn að svara hvort þið eru að gera þetta. En þetta er mjög stór hluti af þessum ferlum sem þurfa að vera í gangi í gæðastjórnunarkerfinu. Það er kannski bara ein spurning hérna sem að mér finnst svolítið vanmetin. Hvað ætli séu margir hér sem að hafa morgunfundi með starfsmönnum sínum áður en þeir ýta þeim út í sólina og hérna það sem farið yfir verkefnin sem að liggja fyrir í dag. Ekki kannski beint endilega bara út frá verkinu, heldur öryggismálum til dæmis. Það réttir enginn um hend. Einn. Dagbækur, allt er þetta samskipti sem að þarf að halda utanum, sem að þurfa að vera skráð og til. Lögin segja að við eigum að gera þetta, byggingarreglugerðin segir að við eigum að gera þetta. Ef við erum ekki að því þá erum við að brjóta lög. Ef við erum ekki að því þá erum við að brjóta okkar eigin lög inn í fyrirtækinu. Að því við þurfum að eiga þessi gögn, því oftar en ekki þurfum við að geta sýnt fram á eftir á að við höfum unnið verk eins og átti að gera það. Að við höfum notað réttar teikningar, verklýsingar og svo framvegis. Síðasti punkturinn að undirbúa næsta dag. Í staðinn fyrir að mæta 7:30 með öllum hinum, köllunum og konunum og byrja á að hugsa hvað ætla ég að láta þau gera í dag? Hvað vantar mig af efni í dag? Við erum að eiga ferla sem eru búnir að greina þetta, sem eru búnir að verða til þess að við ákváðum það deginum á undan. Þannig að allir gætu farið út eftir morgunfundinn og vissu allt sem þeir ætla að gera við daginn, vissu öll verkfærin sem þeir þurftu að taka með og allt hvað hinn eru að gera. Þannig að það væri ekki minnkar líkur á árekstur. Arnarhvoll er með gæðakerfi. Það er ekkit mjög stórt, það uppfyllir kröfu mannvirkjastofnunar, eða sem sagt mannvirkjalagana. Við tókum þann pól í hæðina fyrir ári síðan þegar við vorum að byrja. Við vitum af ISO 9001, auðvitað eru kröfur mannvirkjalaga í takt við ISO 9001, þannig að við byggjum það upp í þeim gír, en við sögðum kannski að því að við vorum gamlir leigubílstjórar og búnir að vera í bransanum í ansi mörg ár, við sögðum við ætlum að fyrst og fremst að fá virkni í þetta kerfi út í mörkinni þar sem að framkvæmdin á sér stað. Því það er þar sem peningarnir verða til og það er þar sem þeim er eitt, bæði meðan á framkvæmdin stendur og líka eftir á þegar við förum að laga það sem misfúst. Við höfum sterkar skoðanir á því að virkni úttektir gæðakerfa séu ekki virkar. Þær eru ekki nægjanlega í gangi. Það sjáum við á þeim undirverktökum, iðnmeisturum sem eru að vinna með okkur. Við viljum að það sé til ákvæði og tól og tæki fyrir byggingafulltrúa mannvirkjastofnun, hvað það heitir, til þess að beita einhverjum refsingum, refsiákvæðum, áminningum til þess að fara að virka. Þetta er ekki bara gæði í okkur sko. Við erum líka að hugsa okkur sjálfa, það minnkar okkar eigin vinnu. Við þurfum að leggja minna á okkur til að verkin gangi betur upp. Þannig að það er mikilvægt fyrir okkur sem er þá aðalverktaki í þessu tilfelli að það séu allir að spila sama leikinn. Það séu allir tilbúnir til þess að vera inn í þessum ramma gæðastjórnunar og gæðakerfa sem eru að vinna í verkefnunum. Við höfum líka mjög sterkar skoðanir á því að í útboðsgögnum, opinberum eða almennum, þar hafa verið í gegnum hvað mörg ár, ég veit ekki, 10, alltaf ekki í kjölfar lagana, þá hafa verið ákvæði kröfur til gæðastjórnunar.
Það eru líka þar ákvæði oft í útboðsgögnum að það eigi að vera svona hinsegin flísar og liturinn á veggjunum eigi að vera hvítur. Því öllu framfylgt. En kröfunum gæðastjórnun og virkt gæðakerfi ég veit ekki, kannski í 1% tilfella henni framfylgt. Við viljum að það séu alla kröfur sem við setja fram í svona lýsingum að það séu látna virka. Það ekki bara fyrir okkur. Við höldum líka að það sé gott fyrir bransan í heild. Þannig að orðspor bransans verði betra þegar uppi staðið. Við höfum líka mjög sterkar skoðanir á því að gæðastjórnun sé ekki kennd nægilega vel í framhaldsskólanum, í iðnnáminu. Hvorki til sveinsprófs eða í meistaraskólanum. Það vantar miklu meiri uppfræðslu til þeirra sem að koma inn í fæið, inn í fauðin okkar. Og svo höfum við þarna mikinn áhuga á framleiðslu stjórnunarnámi fyrir fólk úr okkar bransa. Það bara getur verið lykilatriði. Ég ætla að loka á þessari glæru. Ég ætla að segja líka að kerfið okkar er rafrænt, kerfið okkar byggir á forriti sem að Magnús og Jói vil ekki vita af, en það er alveg eins og Azure og heitir Procore. Ég byrjaði að pæla í svona kerfum, hvað eru mörg ástrákar síðan að við hittumst fyrst? 3 ár? 4 ár? Já. Þá var ég að vinna í fyrirtæki sem að þá hét þetta Saga. Við enduðum að vísu ekki í Azure, við enduðum í þessu Procore kerfi, en þau 2 ár sem að ég var í þessu fyrirtæki og við vorum að nota rafrænt kerfi sem var tilbúið, eru þau ár sem að, ég er búinn að vera í svona gæðastjórnum frá 2000 og ég veit ekki, það eru þau ár sem að ég hef náð sem bestum og mestum árangri í gæðastjórnum. Kerfi, svo astnalegt sem það er, þau geta hjálpað okkur mikið í þessu. Góð stjórnun, hún borgar sig fyrir okkur og fyrir viðskiptavininn, við græðum og þeir líka. Þið græðið, við græðum öll. Takk fyrir. Takk Eyjólfur. Ég ætla þá bara að biðja alla frumalendur eða fyrirlestra að koma hérna upp til mín bara, svo við séum all tilbúin að fara í mikrofónin eða koma spurningar og ég vil biðja þá sem hafa fyrirspurnir úr sal að byrja á því að segja til hvers fyrirspurnin er. Þannig að gjörðu þess vel, orðið er laust. Gjörðu þess vel. Ansel Helgason heiti ég, að segja Eyjólf, að lykilspurning, það er lykilspurningar, hefur göllum fækkað í fyrsta lagi, eftir þetta allt sem var innleitt, og hefur orðspor bransans lagast, eins og þú varst að nefna að það væri markmiðið. Spurningin er, hefur göllum fækkað og hefur orðspor bransans bæst? Þú er að fara í mækinn. Svona við það sem ég var að segja hérna áðan, þá hefur göllum ekki fækkað. Og það er að því að virkni gæðakerfana er ekki nægilega mikil. Það er mín skoðun. Hinn spurningi var aftur, ég man ekki fyrir hotnorðið. Orðspor bransans? Nei, alls ekki. Eða hvað finnst ykkur? Braggar, gallar, alls konar. Bara lesið í gegnum fjölmiðla í gegnum síðustu ár. Þá er ég með til þess að toppána þetta. Er þá sem sagt krafan svo að það veri meiri kröfur gæðakerfið þeim sem betur fylgt eftir og þetta veri allt saman gert flóknara og erfiðara? Meiri kröfur til gæðakerfa þannig að lífið verði flóknara og erfiðara, eins og fúll á móti. Akkurat. Það er markmið með þessu og þeim er ekki verið að ná. Ég segi og fullir þá á móti líka að í gegnum gæðakerfi sem eru þá skipulaði ferlar fyrirfram ákveði hvernig þú ætlar að vinna hlutina, þá getur komið í veg fyrir svo margt af göllum, mikið af göllum. Þú getur komist nær því að stýra verkum innan tímaramma, að það mun auka hróður bransans. Þess vegna segi ég bara meiri gæðastjórnun og meiri virkni í gæðakerfi og það er kannski ástæðan, eins og ég sagði við ykkur áðan að þegar að Arnarkot fór á stað fyrir ári síðan
að þá tókum við ákvörðunum að við ætlum að beina kröftum okkar í gæðakerfunum út í mörkinni. Hjálpa mönnum að gera gæðastýringaráætlanir eða eftirlitsáætlanir, búa til gátlistana fyrirfram, vera með rafrænt kerfi sem að auðveldar mönnum. Þá þarftu ekki að fara með blað út og haka við þetta er í lagi og þetta er í lagi, fara síðan inn, fæla þau, þú ert með og gerir þetta allt rafrænt út í mörkinni þannig að menn eru búin að ganga frá úttektinni þegar þeir koma inn í hús. Og það er allt í lagi þá að það komi ykkur og trufli þá og þeir gleyma ekki að ganga frá. Þannig að í mínum huga er allt í ákvæmt við það að auka gæðastjórnin í þessum bransa. Og flækjustigið minnkar. Takk fyrir það, Eyjólfur. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel. Já, spurt var hver ætti að framkvæma úttekt ef að fyrirtæki væri byggingarstjóri. Gjörðu svo vel, Jón. Það er sá aðili, sá byggingarstjóri sem er skráður á verkið. Það er að segja, fyrirtæki er ekki beint, fyrirtæki borgar tryggingar og ber ábyrgð, það er alltaf einn aðili hjá fyrirtæki sem er skráður á ákveðið verk og það er hann sem á að sjá þetta. Svarar þetta ekki spurningunni? Einhverju leyti. Þetta er, ég er alveg viðurkenni það að þetta ákvæði með fyrirtækin er, ég vinn í regluverkinu, ég skil það ekki alveg. Þannig að þetta er svona, við erum búin að fara í gegnum þetta, að það er ein kennitala byggingarstjóra sem er á verkinu þó að fyrirtæki ber ábyrgð á því. Fyrirtæki, það er í rauninni einstaklingurinn er byggingarstjóri fyrir hönd fyrirtækisins en fyrirtæki borgar trygginguna. En þetta hefur verið smá misskilningur því að maður hefur séð skráningu byggingafulltrúa að þeir skrá fyrirtæki sem byggingarstjóri en það er einstaklingurinn bak við kennitöluna. Það er ekkert fyrirtæki hjá okkur á skrá hjá Mannvirkjastofnun sem er skráður byggingarstjóri, ekkert einasta. Það segir í lögum alveg skilmerkilega að enda starfið þar aðili sem hefur ábyrgð á byggingarstjórninni. Anda samskiptið opinberra aðila. Það er inn í munurinn að ábyrgðin er fyrirtækisins og tryggingarnar og allt svoleiðis en þú sem einstaklingur ert byggingarstjóri. Já. Ég má spyrja Jón. 700 af 1750 starfslögum frá því þetta var tekið upp, starfsmenn byggingarstjóra hafa ekki verið endurnýjuð. Finnst ykkur það að gefa vísbendingar að eitthvað sé að menn gefast upp á þessu? Það getur meirið verið, ég þekki ekki, ég hef ekki greint það. Finnst ykkur ekki rétt að greina það? Jú, það er. Skoðanakönnun og spyrja hvernig menn meta árangur af þessu? Já, það er náttúrulega eina leiðin að taka það af skránni bara þá þetta menn. En það sem ég á við að það virðist ekki vera að menn endurnýju. Nei, ég meina til hvers eigum við að greina það, ég spyr. Já, það hlýtur að vera tilgangur með þessu að menn séu sáttir við þetta umhverfi sem þeir eru settir í, þegar þeir skyldu vera að starfa í. Já, ef menn eru ekki sáttir þá bara fara menn í leigubílstjórann. Þetta er alveg fyrir svar frá opinberri stofnun. Alveg örugglega, ég veit ekki, ég átta mig ekki á sko, þú veist, ef að þú ert ekki sáttur við vinnuðinn, af hverju ert þá í henni? Það er umhverfi sem er búið til í regluverki sem að Já. þú getur verið ósáttur við, það gerir ókleift að starfa. Já, ég átta mig ekki alveg á spurningunni þannig að fyrirgeðu það bara, það er bara þannig. Hver er vandinn? Hver er vandinn, sko? Hvað eru þú ósáttur við? Akkurat. Ég veit það ekki. Já, Ég hugsa stór hluta að sé bara að menn gleyma endunni. Ég kom með smá innlegg í þetta. Ég hjó líka eftir þessari tölfræði og ég hugsaði strax sko að það var mikill fjöldi manna og kvenna, sennilega færri konur samt, sem að sótti starfsleyfi byggingarstjóra og fór á námskeið og skráði sig bara 1, 2 og 3 og ég er ekki vissum, nú veit ég ekki, ég gæti ímyndað mér að stór hluti þeirra hafi aldrei
starfað sem byggingarstjóri, menn voru að ná sér í réttindin. Ég varpa þessu út í salinn. Þetta gæti verið eina af skýringunum. Já, einn spurningi. Hér. Mér langaði svolítið að bara eins og ég skildi hann, þá sko spurningi hans var þannig að eru samtala á milli þeirra sem að starfa eftir lögunum og þeir sem framfylgja þeim, að það sé einhver svona formleg samskipti á milli. Þess vegna væri sniðugt að koma einhver spurning tilbaka til þess að þróa þetta kerfi áfram. Ekki þannig að það sé bara ein hlið, hvorki framkvæmdaraðilans, né löggjafans og þeir framfylgja löggjafanum, að það sé einhver svona formleg samskipti á milli aðila, kannski einu svona ári. Með því þá getur formlega svara tilbaka af hverju þetta og þá fyrir ekki meiri skilningur á eðli kerfisins og af hverju verið að gera þetta og það kemur líka þá minni frústrasjón og þá kemur eitthvað meiri skilaboð hvar skilin eru. Það fullt af gráum svæðum sem fólk skilur á mismunandi máta eftir í hvaða sæti er standa. Ég ætla að reyna að umorða þessa athugasemd. Ég held þetta hafi frekar verið athugasemd en spurning. En sem sagt það verið að velta upp því hvort að ástæða sé til að það sé formlegt samráð eða samtal þeirra sem þurfa að framfylgja regluverkinu og þeirra sem setja það. Nú veit ég ekki, Jón, hvort þú vilt svara þessu eitthvað sérstaklega, hvort að þetta hafi verið rætt innan Mannvirkjastofnunar. Þetta er alltaf til umræðum. Við viljum gjarnan hafa sem mest samráð við alla sem vinna í bransanum. Við erum mikið með samráð við samtök innan sem er í raun samtök byggingarstjóra og iðnmeistara og fyrirtækja í byggingarbransanum. Það er ekkert félag sem heitir félag byggingarstjóra til dæmis, það væri hjálplegt ef maður veit stundum ekki hvernig á að ná í fólk einu sinni. Við erum mætt á fundi á samtökum iðnaðar sem er að kynna hluti og það voru 5 sem mættum af iðnmeisturum. Fólk má ekki einu sinni vera að mæta á slíka fundi. Þannig að við hefum reynt að ná til fólks en kannski getum við gert meira til þess. Og við erum alltaf, það er alltaf við reynum að svara öllum spurningum sem að berast til okkar varðandi öll málefni má segja. En ef að, við erum alltaf boðnir og búnir í alls konar samráð. Þannig að það sé alveg ljóst. Ein spurning hér, Gjörðu svo vel, Jón. Jón, virknisskoðun 10%. Finnst þér það ásættanlegt? Okkar tilfinningur þessu að kerfið virkar ekki meðan að virknisskoðunin ekki meira til. Jón spurði hvort að það væri eðlilegt að virknisskoðunin væri einungis 10% og það væri upplifun þegar að kerfið virkaði ekki meðan við það, Gjörðu svo vel, Jón. Það er eins og ég segi, það er ekki nóg gott. Hins vegar náttúrulega erum við, þú vilt meina það að pabbi þurfa að segja þér fyrir verkum. Íslendingar eru það, þú sagði það. Ég segi svona, Jón, en málið er náttúrulega það sem ég er að segja. Við erum núna, við erum með aðgerðaplan núna varðandi virknisskoðanir. Þegar við erum búin að fá all byggingarleyfi inn í mannvirkjagáttina, þá sjáum við hverjir eru virkir. Ekki með neina skrá sem hægt að fresta. Ekki við. Þessum byggingarstjóra. Nei, hvað er það að gera? Nei. Þá mátti gæðikerfi og Nei. Við höfum ekki þá skrá hver við þau eru átt af því að yfirvaldið er sveitarfélags. Sveitarfélagið er með þessa skrá. En síðan áramót þá verða öll byggingarleyfi skrá miðlægt og þá fyrst sjáum við það er það sem ég var að reyna að segja á það. Já, þá kemur þetta inn hjá okkur og þá sem sagt erum við að útboða form og ég get alveg sagt að það eru 2 gerðir af skoðunum. Við ætlum að vera með slembiúrtak, við ætlum að byrja semst með ákveðin fjölda og síðan eru niðurstöður og skoðunarhandbókum. Eins og segi, það er kannski fundur sem við munum halda í næsta mánuði. Hvernig skoðunarhandbækur virka, þær eru á heimasíðun okkar og það eru gefnar einkunnir fyrir alvarleika brota ef maður getur komist þannig á orði og þeir sem hafa flest brotin þeir lenda líka í púlíunni í virknisskoðun til að byrja með. Þannig að þetta eru tvö eftirlitskerfi sem við erum búið til.
Eitt semst það eru slembiúrtök og síðan annað byggt á framvindu skýrslana. Það að segja byggingarstjóri skilar í skýrslu og þá það í rauninni hvernig stendur iðnmeistarins. Og síðan fara byggingarfulltrúarnir og skoða hvort að byggingarstjórinn að vinna vinnuna sína við eftirlit. Þannig að þetta svona þannig að það gefur okkur vísbendingar hverjir eru að vinna vinnuna sína og hverjir ekki að vinna vinnuna sína. Og þetta sem sagt, þetta dettur núna inn áramót þessi skráning byggingarleyfa og þá sjáum við alla aðila sem koma að byggingarleyfinu. Iðnmeistara og byggingarstjóra og hönnuði. En verður það kerfi hjá viðkomandi eða bara skoðunarhandbókið sem skilar inn til ykkur? Hvað segirðu? Skoðið þið þá kerfið, gæðakerfið hjá viðkomandi fyrirtæki? Sko, Eyjólfur kallaði eftir, skoðu bara gæðastjórnarkerfi minnaru. Nei, skoðið þið gæðakerfið hjá viðkomandi sem eitt? Já. Eða bara hverjum skilar inn, handbækurnar? Við byrjum að skoða hvernig einhverjum fær í sinni vinnu. Það eru vísbendingar, en við eigum bara að skoða gæðastjórnarkerfi. Það er okkar hlutverk og Ég er að meina, þið ætti að skoða svo gæðakerfið, ekki bara skoðunarhandbókið sem skilar inn til ykkur. Nei, virkni gæðastjórnarkerfisins. Það er það sem við erum að segja og það eru reglur líka sem við verðum að vinna og við munum kynna fyrir aðilum hvernig á að taka á brotunum. Það eru voðalega veik ákvæði í lögum um það, en ég get svo sem upplýst það að hugmyndinni fyrst gæðastjórnarkerfið ekki í lagi, að þá fá maður vissan frest til að koma því í lag og ef það gerist ekki þá getur það enda með löggildingu, eða semst afnám þeirra réttinda og þetta þarf voðalega mikið að vanda því að fyrsta löggildingi sem tekin af iðnmeistara, hún fer beint í umboðsmanns Alþingis, þannig að það þarf að vera, eins og Eyjólfur segir, það þarf að vera að fara alveg til persónum sem við búum til varðandi þessi mál. Þetta hlut af okkar gæðastjórnarkerfi. Það er að spyrja út í gátlistana sem þið að fara að sitja við. Bara rifir aðeins upp fyrir mér. Þessi einkunnagjöf, það þá byggingarstjórinn sem að fara að gera úttekt á iðnmeistaranum og ef það eitthvað að þar, þá færðu einkunn út frá því. Þannig að ég spáði aðeins ég náttúrulega gef alltaf sjálfur með topp einkunn. Þannig að hvernig þetta ekkert máli ef að byggingafulltrúin að koma og gera úttektina, þá náttúrulega gefur hann góða einkunn. En ég gef mér alltaf, ég er svona aðeins að velta þessu fyrir mig, hvernig á ég að geta gefið mér annað heldur en topp einkunn þegar ég er að skila Spurningin hvernig áttu að geta gefið þér topp einkunn. Ég skil þá spurningu. Ég veit alveg hvað ég en þetta náttúrulega, þú ert byggingarstjóri, skulum við segja. Þú ert ekki að gefa þér einkunn. Ég er iðnmeistarunum. Já, ekki þér. Þeir eru náttúrulega mínir menn. Ekkert endilega. Þú átt að hvert hlutverk þitt sem byggingarstjóri. Þú ert eftirlitsmaður eiganda. Já. Starfsmaður fyrirtækisins. Já, ég veit það, en er þetta ekki svona pínu, þú veist, Viltu fá opinber aðila í þetta bara, þetta nú heila krafa frá iðnaðinum að sleppa þessu Það er hvergi eins mikið opinbert eftirlit eins og Íslandi kringum okkur. Þetta er yfirleitt bara bransinn sjálfur sem sér þetta eftirlit. En laga menn ekki áður en skilin, þú kemur og sér að einhverjum, gefur athugasemd á það, hann lagar það og svo skilar við. Já, ef þú ert með þetta í lagi þegar þú skilar, þá er tilgangnum náð. Þegar þú skilar inn, þá er bara tilgangnum náð. En það er náttúrulega málið að það er gátlisti hérna í símanum með hvernig sem hvaða kerfi menn nota. Því er skilað inn og að því Eyjólfur spurði áðan varðandi hvernig það kemur inn í gæðakerfið þeirra þá fær byggingarmeistarinn og allir aðilar tengdir byggingarleyfinu bara strax skoðunarskýrslunni í síman því að þetta er gert á staðnum. Varðandi áfangabóta. Það sem ég að þú skilar í væntanlega ekki inn fyrir þú ert alveg koma með topp einkunn. Það er bara fínt, það er gott ef allt er í lagi. Þessi einkunnagjöf. En þá er það, við getum valið, ég ætla að taka, af þessum 1000 manns, ég ætla að taka 300 núna í þessu ári í virknisskoðun. Þannig að þetta er ekki bara byggt á einkunn, þetta er líka slembiúrtak. Og það hefði nú verið miklu betra fyrir okkur í lögunum í rauninni og kannski þarf að breyta því
að iðnmeistarar og byggingarstjórar bara þurfa að koma með virknisskoðun á 5 ára fresti eitthvað svoleiðis. Ég skal ekki segja hvort það sé eitthvað lausn. Þú samtir lögin, þú verður að breyta þeim. Ég samþykkti það ekki. Nei, þú var Magnús. Já, ég langar aðeins að bæta við, kannski bæta við þessari umræðu og pælingu samráð sem að mér finnst alltaf mjög sniðugt og það meðal annars út af því sem að Arna Koll gekk í Samtök iðnaðarins. Samtök iðnaðarins geta verið mjög góður vettvangur til þess að taka upp svona mál innan þeirra og þau eru tilbúin til þess að færa málið áfram ef að það heildarhagsmunir sem að þar eru á bakvið. Ég ekki starfsmaður þar en ég bara að segja þar vettvangur. Er semst ekki sammála Jónum að menn eigi bara að fá sér annað starf ef menn ósáttir? Eiga menn að fá sér annað starf? Nei, ég held ekki. Menn eiga að stíga fram og segja opna hugan og segja ég ætla aðeins að skoða þetta betur, ég ætla að sjá hvort ég get ekki gert betur. Af því að við getum alltaf, við erum alltaf að tala stjórnun í þessu sambandi, við erum að tala góða stjórnun og við getum alltaf gert betur. Á hverjum einasta degi í vinnunni þar eigum við að geta fundið eitthvað eitt atriði, 2, 3 sem við getum gert betur en við gerðum í gær. Og það held ég að sé lykillinn að þessu. Ekki hætta, alls ekki. Jæja, heyrðu, fundartíma okkar fer að ljúka. Ég ætla að taka eina fyrirspurn í viðbót. Magnús Gjörðsveig. Það var kannski ekki fyrirspurn sem ég ætla að vera með, þetta smá bara innlegg. Já. Það í sambandi við þessa 700 óvirku byggingarstjóra sem ekki hafa endurnýjað starfsleyfi sitt. Við verðum að hafa það í huga að þegar lögin voru sett, að þá voru sett ákvæðin í lögin að menn skyldu fara á námskeið fyrir byggingarstjóra. En þau hafa ekki búið að koma þeim á og útbúa þau eins og átt að vera. Þannig að þeir sem hafðu skrifað upp á verk fengu sjálfkrafa skráningu sem byggingarstjóra. Og þessir aðilar fóru aldrei á námskeið. Það getur verið hluta þessari skýringu að þarna gap á milli að menn hafi ekki sótt endurnýjun og starfsleyfi. Og í raun og veru þá hefðu þessir aðilar, núna þegar kæmi að endurnýjun starfsleyfi þessara aðilar sem ekki hafa sótt námskeið fyrir byggingarstjóra, þá ætti raunverulega að gera þeim skylt að sækja slíkt námskeið á þeim á endurnýjun. Og síðan annað sem að var komið hérna inn á það er í sambandi við athugasemdir sem kemur byggingarstjóri í úttekt. Það er Magnús Bjarnarvögn sem að úrræðarmeistarinn ber ábyrgð á og hann gerir athugasemd Bjarnarvögnina. Ok, það er lagfært og svo skrifar hann í bókina að Bjarnarvögnin hafi verið í lagi. Þarna vil ég meina að hann eigi að skrá athugasemdina sem hann gerði í sitt gæðakerfi og síðan eigi að leiðrétta. Ég ætla aðeins að segja ykkur smá sögu að þegar ég tók embættið mín í Fulltrúastöð Reykjavík. Magnús, veist að ef þú ætlar að halda áfram, þá get ég ekki endurtekið allt sem þú varst að segja, þannig að þú verður bara að koma hérna í mikrofónu. Af því annars heyra þeir sem eru utan stofunar ekkert í þér. En þú verður að vera mjög stuttorður. Ég get það ekki góðs. En ég skal reyna að vera stuttorður að þegar ég tók embættið Byggingafulltrúastöð Reykjavík á sínum tíma, þá spurði ég starfsmenn, hvað gerið þið ef þið gerið athugasemdir? Skráið þar? Nei, það var ekki gert. Heldur sögðu þeir við komum svo aftur þegar búið að lagfæra og þá úttektin í lagi. Ok, sagði ég þá, allar úttektir sem við förum í, þær eru þá alltaf í lagi. Ergo, það þarf ekkert að taka út. Og þá var ég að hugsa það einhverju kæmu utanaðkomandi og skoðuðu, er þörf á þessum úttektum? Hvað eru margar athugasemdir gerðar? Engar athugasemdir, ok, sleppum öllum þessum úttektum. Menn eru fullfærir þetta. Þess vegna tel ég það að byggingarstjórar sem nú fá það umboð frá næstu áramótum að taka út, gerið þeir athugasemd, eða að skrá hana og síðan kemur aftur hjá þeim hefur verið lagfært. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Magnús. Friðrik, það var eitthvað sem þú ætlar að bæta við af því og svo verðum við að fara að ljúka fundi. Já, takk fyrir góðan fund og það er rétt þess að fylgja orðum Jóns að þá hefur við fundið svona smá misskilningur hérna í þessum umræðum sem hefur verið á þeirri. Það er mjög skýrt
í dag er hlutverk byggingarstjóra að vera eftirlitsaðili fyrir hann eiganda, en ekki að vera vinur viðmiðstöðum. Hann er eftirlitsmaður þess að framkvæmd sé fyrir hönnun og gögnum og eftirlitinu. Ég vildi bara bæta þessu við. Já, Friðrik frá Samtökum iðnaðarins var að árétta að breytt hlutverk byggingarstjóra er að vera eftirlitsaðili eiganda. Ég held við ljúkum með þessu. Ég ætla að minna á að næsti fundur í þessari fundaröð sem er að hefjast hérna hjá okkur verður hjá Samtökum iðnaðarins. Hann verður kynntur sérstaklega, þið fáið örugglega póstunnan. Ef þið eruð ekki nú þegar skráð á póstlista hjá okkur, hafið endilega samband við hann Ólaf hérna sviðsstjóra byggingarsviðs og skráið ykkur. En hann verður sem sagt 29. nóvember og verður kynntur betur síðar. Þar með held ég að við ljúkum þessi í dag, bara takk fyrir góðan fund, endilega grípiði með ykkur brauð hér á leiðinu út eða fáið ykkur kaffisóp og staldri við og spjalli meira ef þið hafið tíma, en takk fyrir í dag.